Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur í föstudagsþáttinn á föstudeginum 2. október. Og ég sitt hér í fjallveru Hildugjönum sem að brá sér bæjarleið. Það ýmislegt sem við ætlum að fjalla í dag. Við ætlum að tala við lögreglumann stöðuna í kjaramálum hjá þeim. Þetta eru menn sem við viljum hafa í góðum stöðum og góðum launum. Þeir héldu fund í dag, voru að mótmæla og við ætlum að ræða fréttir vikunnar. Andrea Hjálmsdóttir og Kjartan Ólafsson komu til að spjalla það. Svo er jafnréttismál í háskólanum á Akureyri. Það eru slíkir dagar í gangi núna. Við ætlum aðeins að forvitnast það líka. Svo er eitthvað gott í magan því að það á að fara að halda hér sýningu, matvælasýningu, Local Food, hvað heitir hún, Festival, já, það er nýtt nafn á því sem áður var. Og það er matvælasýning þar sem á að sýna allt í mat og drykk á norðurhjaranum sem á að setja svo fyrir sjónir okkar, almenningsins. Beintflug frá Akureyri til útlanda, mál sem búið að ræða lengi, oft, og það koma fulltrúar í sambandi við það sem ætla að ræða það mál. Og síðan ætlum við að tala við Óskar Pétursson og Jóhann Vilhjálmssonar, söngvari og sonur söngvara. Þeir ætla að halda tónleika, mikla tónleika, á Græna hattinum á morgun. En Hermann Karlsson, lögreglumaður, kominn. Velkominn, Hermann. Já, takk hérlega. Sko, bara ein spurning, hvernig er staðan í samningamálunum hjá ykkur núna? Hún er ekki góð. Við erum samningslausir og héldum upp á það, maður segja í gær, á 5 mánuðir liðnir. Þann 30. apríl þá runnu samningar okkar á gildi og þeir hafa ekki verið endurnýjaðir. Og gengur væga sagt bara akkurat ekki neitt. Búið að þjösnast í þessu? Það er búið að vera þjösnast í þessu sannarlega og þetta er langur prósess sem að hefst þegar áður en samningar renna út og menn ætla að reyna að vera forsjálir og koma svo á ettum tíma og slíkt en landslagið er bara þannig í dag að þetta er ekki að ganga og svo sem flestir þekkja stöðuna frá því fyrra vetur með verkföll í heilbrigðiskerfinu og slíkt að það svo sem hægði líka á og setti okkur enn aftar og enn utar á listan. Kemur þetta fram í vinnunni ykkar? Er þetta eitthvað sem að angrar ykkur alltaf í umræðinu og þessu oftar? Í vinnunni, þetta kemur ekki fram í vinnubrögðum, nei. Að við vinnum okkar vinnu faglega eins og við getum og skilum okkar vinnu af okkur. En sannarlega þegar menn taka tal saman að þá berst þetta í tal og menn bera saman bækur sínar. Og eru ósáttir við hvernig staðan er orðin og svo sem hefur oft verið erfið en hún er mjög slæm í dag, það er bara ekkert flóknara. Hvað er það sem þið viljið, lögreglumenn, lögreglufólk, er ekki kallað það svolítið svona? Jú, þetta er, þó við séum lögreglumenn þá er innan okkar að vébanda sannarlega konur og það er bara gott, besta mál. Að sko, þetta ánum mál fá forsögu sem að kannski er nokkra áratugi eftir í tíman að 1986 þá misstu við verkfallsrétt og það má segja að við sömdum hann af okkur en þegar að skoða er hún í kjölinn í þeim efnu þá var hann tekinn af okkur, við fengum smá umbun fyrir en þrýstipunkturinn var mjög skýlaus að ef við verðum ekki tilbúinir að láta hann með einhverjum samkomulagi, þá verði hann tekinn. Þannig að menn höfðu ekkert val þó að umræðan sé nú oft þannig ef við höfum samið hann af okkur. Þá kom inn ákveðin viðmið sem átti að halda okkur uppi í launum í samanburði við aðra hópa. Það gekk bara ekki eftir og það viðmið var tekið út af borðinu 2001. Þá var breytt fyrirkomulaginu og settu svona á laggirnar ákveðin gerðardómur sem átti þá að taka afstöðu okkar málum ef ekki gengi eftir að semja. Það hefur tvívegis á þessum árum síðan 2001 svo sem fengist úrskurður í þessum gerðardóm. Við erum ósáttir við hann er ekki heldur að standa sig og við svona teljum að staðan sé þannig í dag og það er held ég mjög auðvelt að upplýsa það og færa rök fyrir því að við séum að lágmarki 10% á eftir þeim stéttum sem við vorum samanburðarhæfir við fyrir dálitlu síðan. Hvaða stéttir eru það? Á sínum tíma þegar þetta viðmiðunarkerfi kom á, að þá var horft til starfsmanna ríkisins, bankamanna meðal annars, hjúkrunarfræðinga og
en það bara gekk ekki eftir þannig að við höfum dregist aftur úr og átt á brattan að sækja allan tíð síðan. Hefur ekkert gerst kannski síðan bara hrun 2008? Heildarkjarasamningur við lögreglu hefur ekki verið gerður síðan 2005. Að síðan þá hefur þetta verið með plástrum og smá reddingum og svona smá dúsum til þess að friðþægja menn en heildarkjarasamningur hefur ekki verið gerður núna í 10 ár. Er einhver möguleiki á því að þið farið fram á það að fá verkfallsréttinn aftur? Okkar krafa svo að fá verkfallsréttinn aftur þó þessi ekki annað en að formlega hafa hann. Sannarlega það ljóst og við gegnum þannig hlutverki að við leggjum ekki niður vinnulöpum út og lokum. Nei. Frekar en læknar og heilbrigðiskerfi þurftu að gera í síðastliðin vetur. Að það gilda ákveðnar leikreglur þá það ef að lögregla fer í verkfall þannig að en það sem okkur þykir svona sem sagt kannski eðlilegast, við erum eina stéttin á vinnumarkaði sem hefur ekki verkfallsrétt og hefur ekki þetta þvingunarúrræði sem aðrir hafa og við sjáum það bara frá því í vor og fyrra vetur að þessi þvingunarúrræði þau skipta máli og þannig að við teljum sannarlega að þetta sé verkfæri sem við eigum að hafa en erum jafnframt mjög meðvitaðir það að þá þyrfti að fylgi því ákveðna skyldu líka þó að menn fari í verkfall. Nú ert þú gamall reyndur í hettunni, þótt ungur sért. Finnur þú munin á því hvernig þetta var þegar þú varst að byrja og meiri fjöldi manna starfandi og svo til dagsins í dag? Það hefur sannarlega mjög margt breyst. Þið hafið betri bíla? Eða hvað? Ef maður miðar við bara tíman hverju sinni þá held ég að það sé kannski svona að mörguleyti bara á pari. Við höfum ágætis bíla almennt en það sem kannski talandi bílamál þá er það Nei, það missi bara stakkis að það er vandamál með endurnýjun og slíkum. Þeir verða gamlir og þeir eru ekki endurnýjaðir. En svona almennt á þessum 27 árum sem ég hef nú starfað í þessu er breytingin náttúrulega mikil og kannski horfandi sérstaklega til síðustu 15 ára. Þá er hún bara óbóðsleg. Og það lútir að ýmsu. Það er sem sagt hvort sem kemur að umferð. Bílaeign landsmanna hefur held ég aukist 50% síðan síðustu 15 ár. Akstur hefur aukist einhverju 10% og umferð. Ferðamenn hefur ég held ekki farið með rétt síðan 2000 hefur ferðamanntrafík hingað til Íslands aukist yfir 200% og verkefni lögreglu hefur aukast í samræmi við þetta. Þið heldur fund í dag. Þið masseruð í miðbæinn á Akureyri og niður í kirkjutröppur. Lögreglumenn. Þetta vakti athygli. Já, við höfum verið í því undanfarna vikur á landsvísu að vekja athygli á umhverfi lögreglumanna gagnvart kjaramálum. Og alltaf þeirri vona að það opnin og augu þeirra sem hafa með samningavald ríkisins að gera og hafa ganga í dag og hún var fjölmenn og flott og innihald hennar var að vekja athygli á okkur eins og ég sagði. Við erum að funda og við erum að kynna upplýsingar, miðla upplýsingum stöðuna hverju sinni innan okkar vébanda og það er svona að tilgangurinn með því. Og eins og við höfum rætt áðan að þá er verkfallið ekki í boði en við höfum verið duglegir að hittast til þess að miðla upplýsingum og svona styðja hvern annan og þetta er bara liður í því og eins út á við að bara vekja athygli á því hvað er í gangi og ég efast ekki að fólk sem horfir upp á þetta að það svona spáir hvað er að vera. Og þetta svona vekur þá athygli til ég. Ég efast ekki það Hermann að fólk veitir þessu athygli og styður ykkur eflaust. Já, við höfum ekki verið að vara við annað allavega. Nei, ég vona þetta gangi vel. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Og eftir stuttastund þá ætlum við að ræða svolítið vikufréttirnar, það er að segja fréttir síðustu viku, íslenskar, erlendar og kannski persónulegar.